Góða kvöldi öllsömmul og verið velkomin á úrslitakvöld Frís. Með mér eru hann Ólafur og Nósi eins og alltaf. Við erum að fara að horfa á tækniskólan á móti FB í þrennu af leikjum, Mario Kart, Counter-Strike og Rocket League. Veitir ekki hvort við vorum búin að fá hreint að Mario Kart væntanlega fyrst? Já, ég glimti bara að spyrja hvort að við værum að fara í Rocket eða CS. Já, hvort við fáum að vita það núna? Það er alveg spurning. Það er alveg góð spurning. Mario Party. Já. Ég var ekki svo Mario Party. Það var ekki skemmtilegt sjónvarpsefni kannski. Eða kannski væri það bara geggjað sjónvarpsefni. Það Það er Mario Kart, Rocket League og Counter-Strike. Við erum búin að sjá núna náttúrulega bæði liðin spila og ég kom náttúrulega ekki inn fyrir en alveg þarna í lokin, en ég fekk að sjá tækniskólan í undanúrslitum og náttúrulega FB líka. Þannig við erum með svona ágætis hugmynd hvernig þetta gæti raðast upp. Við erum með svona pæling, við reyndar sáum náttúrulega Rocket League, sérstaklega FB kom okkur á óvart á móti mjög öflugu liði hjá FA. Sterkasta liðinu í keppninni. Nei, akkurat. Og síðan var maður búin að heyra að tækniskólinn væri með mjög öflugt Rocket League lið og þá var maður eiginlega farin að hallast að þetta geti verið jafnara en við heldum í Rocket League. Já. Og síðan sama með Counter-Strike, bæði Counter-Strike liðin mjög öflug. Ég veit að þú ert með favorites. Já, þú veist, að mínum að þetta er tæknó með bara, þú veist, Big Edge. bara miklu betra lið. Já. Þannig við bara, ef þú horfir á FB og síðan horfir á tæknó, þú með miklu betra lið í tæknó og þú veist að mest af þessu fólki sem er að spila í tæknó hef ég spilað með og ég bara veit hvernig þeir spila, ég sé hvernig þeir spila og það er líka bara senstu leiki. Ánægði með gæðin, ok, ég skil það. Og líka þeir eru náttúrulega tækniskóla mætti þarna og eru í salnum, þannig að þú ert búin að fá að tala við þau. Já, við tókst púlsinn 4. Já, og ég meina, voru þeir að mæta undirbúnir eða eru þeir svolítið bara eitthvað, Já, þeir eru bara svona rólegir, þú veist. Þannig við erum ekkert að sjá kannski endilega einhver svaka strött eða eitthvað, heldur að hafi brakkað eitthvað fyrir þetta? Nei, þú veist, þetta klubbi sem er að keppa í ECA og þú veist, hann hefur verið að gera þetta í dágóð tíma, að koma aftur inn í senuna, eða svona koma aftur að keppa og síðan erum með, þú veist, Peters sem var líka á seinasta ári og og fleiri, ég man ekki hvernig line-upi var aftur, hvort að Elisan var að líka að spila eða hvort hann er að spila núna. Mér minni það. Þú veist, þeir eru allir, þeir hafa allir spilað saman og hafa allir spilað CS og alveg mikið að því, þannig að, þú veist, aðrir meira en sumir, en ég held að... Mér minni nefnilega að tækniskólan hafi unnið nokkuð sannfærandi úrslit fyrir það. Þetta var svona, þeir voru mjög öflugir og þetta er náttúrulega revenge match. Já, rematch, basically. FB er bara núna vonandi að fá að taka the crown af tækniskólanum og ég meina ég hef alltaf verið rosa mikið underdog fan, hann var alltaf svona, þú veist, það er einhvern veginn að vera á toppnum og sérstaklega einhvern búin að vera á toppnum lengi og byrja fólk alltaf svona það er komið nóa eða fattar þið? Svona villinn. Eiginlega, og það gerist í öllum leikjum, er þetta alltaf einhvern veginn. Já, og íþróttum líka bara. Þú veist, það er þessi, þú veist, þegar einhver að vinna of mikið þá er allir tilbúinir í að fá eitthvað annað til þess að. Já, þetta er, þú veist, maður hefur náttúrulega bara lent í þessu sjálfur, skilur, maður svona vinnur fyrsta titilin og allir bara wow, frábær. Vinnur nummer 2 og það er svona, og eftir það ertu bara hataðir. Þú veist, þetta er svolítið dettið þannig og ég meina við sjáum náttúrulega Dusty bara vera að lenda freka mikið í þessu. Í bara allstaðar. Já. Þeir eru labbað inn í herbyggja og þú var bú, út með það. Þeir eru alltaf að vinna allt. Nei, en síðan alltaf núna erum við að tala um að fyrsta leikur Mario Kart og við erum kannski ekki endilega með kannski skýra mynd hvernig Mario Kartið oft lænar upp, sko. Nei, við eigum að vera með besta leikmannin í Mario Kart í keppninni að spila hérna hjá inn í herbyggi, við fáum að fylgjast með honum og hann er FB. Já. Þannig að þeir gætu farið það vel á stað. Við vorum alltaf búin að reikna þetta út eða ekki, ef einn í einu liði er alltaf efstur, þá eru þeir að fara að vinna. Já. Það er nóg. Þannig að, þetta er hvað, til 5 á móti, þá 6 á móti 5 stigum, ef þú er að vera efstur og neðstur. Já. Þannig að, ok, þú veist, ef þetta er, eins og segir, þá er FB alveg með góðar líkur hérna í þessu móti. Algjörlega. Honum til mikilla ama. Hann vill ekki sjá sinn mann sorgklúbb. Þannig ég vandra. Hann er búin að vera fanboya í þetta. Þegar hann labbaði inn, hann með svona L-putta. Nei, þú veist, ok, málið er það, þú veist, jújú, Tecno hafa verið sigurstranglegir bara í Frís overall, þú veist, þeir hafa bara með bestu
þú veist, besta skólan, fattur með að vinna allt. Já. Og jú, það hefur alveg verið þreytt, þú veist, eins og þú talaðir og með þess að FFA voru bara, takk fyrir að vinna Tæknó þegar við fórum í undanúrslit á móti Tæknó og komum síðan í úrslit út af við unnu Tæknó og en þú veist, það að vinna Tæknó, jú, það er svo satisfying, fattur mig, að vinna lið sem alltaf að vinna. Já, það er náttúrulega mjög gaman að taka út top dogs. Það er sama við sjáum til dæmis í Counter-Strike líka, Vitality til dæmis núna, þú veist, besta liðið í heimi núna og bara að gera history, gjörsamlega. Jú, þá voru allir að hata það því að það voru að vinna svo mikið, en núna allir bara, þú veist, allir að elska það af því að þeir eru að vinna allt í náttúrulega mikið og að breyta sögur. Þetta er winning run og það er ekkert algengt að svona löng winning run eru í CS. Það er mjög erfitt að halda það og ég held ég seinasta run á undan þessu var Fnatic runnið. Þegar þeir tóku þarna 43 official-leiki í röð á þess að tapa. Og það var náttúrulega bara Olof Meister og Flush á allir þessi gæjar skilur og það var náttúrulega geggjað að fylgjast með því. Ekki gott að betta á þetta. Oddsinn voru alltaf bara þú veist 1-1 eða eitthvað fyrir þú varst ekki að fá neitt. Nei, ég segi svona. En tók ekki Astralis eitthvað svipað líka? Þeir voru líka bara svona kjarnan, tóku bara 1 eða 2 ár þar sem að þeir bara droppuðu ekki mappi eða eitthvað svona. Og NIP líka. Já, akkurat, NIP átti stórt raun líka með getrætt á þeim. Af því að svo verður þetta nefnilega þegar þú verður svona góður, þú veist, þú ferð að skrifa söguna, þú veist, ferð að vinna flest möpp í röð, flesta leiki í röð, þú veist, þá einhvern veginn einmitt kemur aftur bara eitthvað svona, já, þú veist, þetta er gaman að vera vitna að þessu, að einhver sé svona góður. Algjörlega, mér finnst líka föllin oft að vera svo stóri líka í kjölfara á svona rönni. Kemur á svona hefi rönn og maður bara, wow, og síðan allt í einu bara einhvern veginn, búm. Þeir verða ekkert aðeins lélegir, það er ofta alveg bara hrínur hart, eins og það er eðalegt bara að sjálfsfyrirsteðira, sko. Við kannski fáum upp hérna Mario Kart line-upið og fáum að sjá nákvæmlega nöfnur á leikmannunum, hvort við munum ekki eftir þessu. Jú, við munum eftir Biscuit og Maple Gold, jú, Gandu og The Elin. Já. Þeir voru öflugir hérna, já, í FB. Ég man eftir alla Biscuit var að halda vel í hérna og eiginlega alltaf á undan honum hérna. Já, hann var fremstur. Hvað hét hann? Gísli. Hét hann Gísli? Já, Gísli var hann númer alltaf númer 2. Já. Hann var alltaf að reyna að komast áfram og síðan stundum lenda hann bara í 4., þú veist, að því að það var bara alltaf að reyna að íta sig áfram en gerði sér mistök og datt síðan aftur á. En þú veist, jú, The Biscuit hefur verið bara mjög góður. Við erum að fara að sjá sko, skemmtilega sveittan Mario Kart spil. Erum við ekki að horfa á Biscuit? Jú, við erum að horfa á allavega, ég veit ekki, við erum að horfa á allavega sé ekki Biscuit. Jú, Biscuit er hann að baka við sko. Já, hann á að vera svo besti þannig að við getum fengið alvöru sko, tricks og hérna styttri leiðir bara, Pro Showcase af Mario Kart World. Já, ég er alveg, ég myndi líka að Gandu hafi verið á góðu rönni hérna líka hjá tekniskólanum en erfitt náttúrulega þegar þeir eru ekki saman í leiknum að meta hraðan eða hversu hraðan fór brautin ekki nema að maður var bara með tímaklukku sko eða eitthvað. Já. Þannig að það verður bara skemmtilegt að fá að fylgjast með því hverjir eru að fara að taka þetta hérna en vissulega mjög mikilvægur leikur. Já. Að því allavega fyrir held ég myndi halda FB. Já. Við erum svona einhvern veginn búin að edja það að þeir ætti að vera örlítið lagari í hinnum 2 leiknum, örlítið. Ekki þannig að þeir eru ekki séns. Þeir gætu alveg vel tekið þetta á góðum degi og ekkert vandamál en tekniskólanum klálega í hag hinni 2 leikinir. Þannig þessi er að fara að vera mjög mikilvægir fyrir þá. Algjörlega, og það er alveg hægt, þú veist, þú getur grísað 1 mapp í Counter-Strike. Já. Best of One er náttúrulega hentar alltaf lélæra liðinu. Já, þannig að það er, og með því að vinna Mario Kartið, að þá eru þeir svolítið bara svona að setja sig upp fyrir góðan möguleika. Setja sig upp fyrir þetta slam dunk, það er bara svolítið dæmið sko. En síðan aftur á móti, kannski ef við höfum tíma, hvort við getum bara fengið að sjá Counter-Strike-liðið á meðan við erum að bíða eftir hvort það sé tilbúið þar að segja. Jú. Bíðum eftir Mario Kart-strákunum. Jú, nákvæmlega, þetta er bara einmitt landbyrð sem ég sagði frá. Það er Tofu, Peters, Ellison, Spacko og Sorglöp í Tæknó. Nei, akkurat. Og akkurat Luffy, Sindo, Yuta, Heavy Booties og Indian Ninja. Það er þessi öðruvísi nöfn heldur við sáum senast. Gæti verið einhver þeirra sem er öðruvísi in-game. Já. Það er þetta Luffy, Heavy. Þá eru, ég held að Heavy og Luffy voru á pottið. Ég held að ég sé 3 þarna. Er það ekki? Ég held að líka. Við erum bara komin inn. Jú, þetta er bara komin í stað. Það er Sky High Sunday, einn sem vanalega fyrst. Fyrsta mappið.
Við sjáum núna bíl í þetta skipti en fengum heiðurinn að sjá mótur. Hann er ennþá... Já, hann er komið aftur. En það fyrst vendi. Biskit á góður nýjuna. Já, sæll. Hann er bara... Já. Þessi maður flippar. Ég held að sé að gera með þess að betur heldur en Gísli. Þessi er fóð miklu meira í veggina. Þetta er högt í svolítið. Já. Er spurning hvort þetta sé eins fyrir fólki heima og okkur. Við erum við bestu menn í að laga þetta. Við þurfum bara að þrauka þangað til. Hann er ennþá fyrstur. Heldur hérna fram, grænskil, fyrst ekki. Sjáum alveg að hann er rétt á undan. Það er ekki langt á milli liðana hérna. Já, þetta er miklu nærheldur en hefur oft verið. Hann fyrir á vegg, fyrstu vegg, þriði vegg. Það er ekki feilskrif að koma hérna ennþá. Hann er bara með þetta alveg locked down. Ég held líka að þeir séu búinir að stúdera þetta mapp alveg af því að þeir vita að þeir eru alltaf að spila þetta mapp. Það er alltaf meika sens að hafa það inni. Sko þessi YouTube-vídeó. Já, það er spurning hvort að munurinn verði meiri þegar það koma möpp sem að, eða kort eða brautir sem að fólk er ekki alveg eins undirbúið á. Nei, við sjáum allavega einn úr tekniskólum manna aftast eða ekki. Jú, bara beint fyrir aftan. Þetta er 1-3 og 2-4 á milli liðana. Já. Þannig að það er aldeilis mikið pressa á Biskit hérna til að tryggja FB sigur. Þá þarf hann eiginlega að vera bara mjög ofalega. Já, og gæti helst í topp 2 sætunum. Já, gæti hjálpað einmitt fyrir að liðsfélaginn sé að taka einhver stig. Það sé ekki alltaf síðastu. Það gefur Biskit örlítið svigrúm. Nei, þetta er svolítið bara búin að vera eins og single-player-leikur. Hann er ekki búin að vera var við neitt. Nei. Það koma einhverja skeljar í byrjun og svo bara... Já, það gerist ekki neitt. Nei. Við grunar að það hefur verið hörku bara á þarna hínum einn. Þess að þau voru 3. Það er svo fyndið að maður var að horfa á, sko, þú veist, múvin sem hann gera þetta var bara eins og maður var að horfa á, þú veist, Tekken eða eitthvað og bara gera bara, þú veist, hann bara alltaf að hoppa, þú veist. Þetta er gott. 7-4 núna, staðan. Þannig að við klárum hérna MSI-sporið okkar. Já, þetta var bara alltaf fremstur. Hann bara byrjaði og endaði fremstur. Þetta er besti leikur undan að ná. Þegar þú byrjar framalega og hægist á þeim sem aðeins fyrir aftan, þá ertu bara coasting, þannig til að bláa skilin kemur þarna og eyðileggur draumana þína. Ég var svolítið hissað, við vorum ekki að sjá neina rauðaskil eða bara, þú veist, eitthvað. Nei, það er spurning, ég man ekki hvað rangeið á hann er. Er það ekki eitthvað? Þú getur ekki kastaði þótt að þetta sé... Nei, cross the map bara. Já, ég er að segja að það er eitthvað range og þarf held ég að vera með hann inn á skjánuðunum og það er bara spurning hversu langt hann hefur verið frá honum til að hann myndi ekki virka, sko. Og sér náttúrulega automatically ef að Maple er nummið 3, þá náttúrulega er hún bara að tanka allt. Já, fyrir utan það. Það er, líka af því að það er sko, þó svo á kortinu sé þetta svona rosalega nálægt að það þarf ekki að vera þessi eins nálægt þegar þú ert að spila leiki. Nei. Erfitt akkurat að segja til fjarlæðina á milli, sko. Já. Þannig að okkur fannst þetta að vera nálægt en þú veist, svo þarf ekki að vera að það hafi verið eins. Nei. Mér finnst ég samt ekki að sé bláa skil, held ég bara í neitt útsettingu. Er búið að taka hann út? Jú, það var ein. Jú, við sáum hann með að tökka það. Það var einu sinni sem við sáum hann bara fara fram hjá. Nei, ekki mikið þær. Nei, það er ekki mikið með þær. En það ekki líka hannar þannig að þú þarft að vera held ég eitthvað x aftarlega eða við eða eitthvað fremsti gæðin þarf alveg að vera alveg frekar framalega frekar framalega svo bláa skilin byrtist og er það competitive integrity að vera bara nervi sem að hönnisverði þegar þú er góður Herru, þetta er dagmappið af mappinu sem við sáum Já, við fáum þetta Þetta er fáum næturútgáðana Já, hversu oft heldur við fáum þetta núna Þetta verðist vera væntanlega þegar við erum pannaðirinn í þetta sín, sko En hann hittar rails hérna Hann hittar rails Herru Þetta er bara liðsfélagir Þetta er liðsfélagir, já Það er í góðu lagi Passið ykkur bara að vera ekki að slást innanborð Já, þeir eru á góðu róli hérna FB aðeins vera að reyna að stíga þeim í sundur Elín komin í annarsæti Núna erum við að tala saman Rauð skjaldbaka Rauð skil Besta mögulega tíma Veitum ekki peningarna, hann er komin góða hraða Við erum samt að mjög skemmtilegt kerfið að safna peningur og læti mann fara hraða
Þetta eitthvað sem maður vissi ekki sem krakki. Nei, já, bara. Þetta var, veist þér að hann lenti illa. En hann náði, þú veist, báðum reilunum, það sem Gísli var að reyna seinast. Hann náði ekki second reilinu, hann náði fyrsta reilinu. Við erum svo sem að sjá af hverju að Biscuit hafi unnið senasta leik. Já. Það er bara á móti hvað, FH eða ekki? Jú, FH. Hann er nefnilega að ná flestum að fullskilið. Og með 15 peninga er einhvern veginn að missa það mönnum samt. Hann var með endalaust bústið. Geili það. Einn fingur eftir. Hann er komin í aftarsendi núna, hann komin í þriðja. Er að vinna sig upp hérna. Er ennþá með hraðabústið á sér, tilbúið þegar maður þarf á því að halda. En hann er að ná reilunum. Já, og maður þessu við. Gýri vel hérna, komin í annað. Maple bara heldur verulega vel hérna. Bólisteri. Síðan er bara spurning hvort að hann vilja vera fremstur. Það tekur fram úr. Hann var að bíða með að nota þetta. Ja, jú, þetta er rosalega tækt. Þetta er góður hraði, já. Þetta er rosalega, það gerir mistök þarna. Maple er með þetta, þetta er... Skólaði ykkur hana fremst. Það fór ykkur fremst hjá... Reyðar. Ói! Sá þetta? Hann sneikaði fyrst þetta. Já. Tekniskólinn. Já, heyrðu. Tekniskólinn sneikaði þetta fyrir lókin. Og ég tók ég eftir því. Hann slætaði fremst í beginni og tók undan þeim öllum. Elín kemur hérna klötch. Sæll. Jafnar verulega á milli liðana með þessu múfi, sko. Það var geggjað. Þetta er það, ég tók ég eftir því, sko. Nei, ekki. Það var bara, tók ég á driftana. I wonder if you know. Klárar þetta með stæl. Það er þetta sjúkt. Og við erum við vorum að sjá hvað, 12-10 þá. Já, þetta var líka svo climatic. Já. Þú veist einhvern bara að horfa á tvo í FB, bara eitthvað róla, geggja og síðan allt henni kemur bara eitthvað fram hjá öllum. Hello. Þetta var alveg geggjaður, sko. Þetta var klötch, þurfti á þess að halda. Já, varlega, sko. Mikilvægt. Ná að jafna þá vel á milli liðana núna. Við erum að tala hvað, 10 stig held ég núna fyrir FB, já. Nei, fyrir Tækniskólann. FB var í 7, þeir fá... Já, var ég... Þeir fá 5. Já, þeir eru 12-10. 12-10. Þetta ætti að vera staðan. Já, það er 12-10. Það ekki stiða munur. Já, það er... Já, þeir hafa fengið 6 stig að þeir fengið fyrst og senasta. Þannig að það hefði farið upp í 10 hjá... Já. En ná allavega... Já. Örlítið. Mika bilið. Já. Orðið slepp frá mér. Það þurft bara ekki að með þetta. Það var allt líkt. Ég hef ekki eins og sé hvað ég var að gera, ég snýr á hlið. Við erum þetta spenntið til að sjá hvað er næsta borð, sko. Hvort það eru að sjá, En þá 3 borð eftir. Já, en þá 3 borð. Þannig nægur tími til að sanka sér hana fleiri stig. Fullt af stigum eftir. Það er spennandi. Erfitt. Fyrsti leikur leit svo vel út. Já. Fyrir FB var bara vá, ekki með leikur 2 og maður þeir eru geggjaðir, þeir eru bara að taka þetta, síðan bara nei. Elín segir, hingað ekki lengra. Trémappið, séð þetta áður. Sveppin, lendi í grænu sem var bakvið. Ef það er reil, þá er hann á því. Já. Það er bara svona, það er bara í meta. Já, úr stælinn. Já, hundrís. Smá frósið hérna. Brútusen. Gerði ekki lett í þessu inn á milli. Bara 3 fram með. Þetta ekki. Það er þetta. Hittir Gandu. Hittir hann, það er á honum, kemur sér í 3. seti. Elín að koma virkilega vel inn í þetta. Já, virkilega steppaði hérna bíli. Gaman að þessu. Getur ekki hent þessu með græna skil og Maple fyrir fram að sig. Já. Ætti ekki að vera taka sér svona því. Já, gerir vel hana, blokkar þetta með búmeranginu. Horfið fyrir aftan sig, brýtur þetta bara. Þetta er ekki fiskið sem að þessu fyrir Mario Kart, sko. Ó, nei. Wow. Já, óheppilegt að missa þessu. Sjáum samt að FB kom í fyrsta seti.
Maple náði fyrsta sæti. Það var rauð skelarna og hann hefði bara aðeins lengra. Skipana, þetta er alltaf gerast. Elín, ennþá með rauðu skjálbökuna. Nei, skilina. Ég er alltaf að kalla skjálbökuna. Ég meina, gæti verið skjálbaka inn í þessu. Já. Aldrei að vita. Aldrei að vita. Kannski hún bara heima á sofandi. Bara inn í skilinni. Já. Vantar svolítið peningana á Biscuit núna. Já. Það er smá hægur. 2 peningar er ekki það sem þú vilt hafa. Nei, ekki no top speed. En fer hérna Íko Sjórkan komin í fyrsta sæti. Gerir vel. Já. Það var gott. Rauðskil fyrir framhjá og næra tryggja sér fyrsta sætið. Þetta var glæsilegt. Þetta var klöts. Seinustu 3 sem hann þurfti að hoppa hann á milli, sko. Þetta var nauðsynlegt, sko. Og líka stittirliðin þarna sem að reyndar lendi í því tvisa sinnum að kom 2013. 2013, já. Tegðist aðeins á þessu núna. Já, þetta var, svolítið back to back. Það er svona, þú er búin að skiptast á að taka leikina. Já. Nú var það Elín sem var alltaf svona fremst. Já, þetta er orðið eiginlega bara þannig að þeir eru náttúrulega einu skrifi eftir á núna, hérna hjá tekniskólanum. Já, ég menna þeir voru í 3. og 4. núna. Já, þeir verða að vera efstir í næstu 2. Já. Þannig er þetta siglt. Já, já. Held ég. Það var FB kom, þá er FB kom með 1 og, já. Bara siglt, það er bara staðan. Þetta verðist einhvern veginn bara að festast á húnum sem er efstur. Ef að eitt í einhverju liði nær 3 sunni toppsætinu, þá eru þau búin að vinna. Það er svolítið fyrir langt með þetta. Ég held að það sé bara eiginlega með þess að guaranteed, sko. 3, nálægt í allavega. Kannski 4. Ekki nema hann fyrir alveg neðstur alltaf. Sem að reyndar FB er ekki búin að gera. FB er búin að yfirleitt ná alltaf 3. sætinu, sko, líka. Þannig að þeir eru bara í mjög góðum málum. Já. Það verður gaman að sjá hvað er næsta map. Við erum búin að sjá, þú veist, mér langar að sjá eitthvað exotic map, eitthvað map sem við ekki sé áður. Þú veist, við erum búin að sjá trémappið, við erum búin að sjá eins og kannski Rainbow Road. Já. Svo töluðum sér. Já, það væri skemmtilegt að hafa það inni, en mig grunar að það sé kannski bara eins og erfitt í svona rosa margir, rosa auðvelt að renna út af. Þannig að ég skil svo sem vel að þú viljum endilega vera þar. Nei, kannski, ef þetta er spurningum að taka sensinn á því, sko, það getur allt farið úrskeiðis. Mér langar að sjá Donkey Kong appið. Ef mun eftir því, svona, það var fokkið gott, sko. Það var svo gott. Ó nei, út með það. Já, hvort þetta er... Nei, við höfum séð þetta. Jú, við höfum séð þetta. Við erum svolítið verið að rúla á sömu veppunum bara. Já. Það verður stæðilega að vera staðan. Lítur svipað út líka á mappi sem við vorum á, eða svona, upp í loftinu allavega og það er þetta alltaf kolmannskona. Neini, þið eru þarna, já. Þetta er með sjokkjöldun uppi og síðan, og síðan þessu sjokkjöldun hér. Wow. Ég veit ekki eins og hvað er að gera síðan. Það verður erfitt að toppa þennan hraða. Já, þú sérðu líka bara, núna er hann komin alveg vel langt á undan. Þetta gaf honum gott forskot. Verður mjög erfitt að ná honum upp á þessu, því við vitum bara að það er að gera þetta aftur og aftur. Já, nefnilega. Til að tryggja sér alltaf fleiri og fleiri metra. Þannig að þó þú gerir þetta líka, þá verður að finna metran einhvers þar annar staðar. Þetta er líka, við sáum sko Gísla taka þetta núna í seinustu viku. Já. Og málið var að hann gerði ekki eins mikið. Nei. Hann var að gera núna. Já, og það einhvern veginn, þetta var ekki eins svona, gekk alveg vel upp, það var ekki smúð hjá honum. Þetta fer á brotna. Ó nei, við missum maður. Brotna tréð. Já, hann datt af. Nei. Hann er ennþá fremstur. Fyndna var bara að segja, ég ætlaði að segja sko hvað verður fyndið ef hann væri að koma hífandi niður, þess að sleppti því. Elín beitt fyrir aftan. Já, þetta minnkaði spilið. Já, ég veit ekki hvort hann er að þóra að gera þetta aftur. Þannig þetta, þið missa sem fyrsta sætið ef hann gerir þetta. Já. Ef hann dettur þar að segja. Já, þetta klikkar alveg. Já, en hann er reynda búin á fyrsta öðru sætinu í FB, þannig að lítur út með þessu áframhaldi að þeir tryggja sér hérna sigur FB
með þessu korti. Hann ætlar í þetta aftur. Hann reynir á þetta. Já, hittir. Já, hann hittir. Hann náði þessu. Þetta er silt. Hann líka fóð bara á skíð. Já, þarna. Þú sér það líka bara bíli núna þóttið frósið. Já, þetta er rosalegt. Það er raunin ekki okkur meiri tíma til að sjá bíli. Já. Við erum að analysa bílið, sjá, horfðu bílið, strákar. Alveg vel á undan. Hvað er tónlistokkurinn? Maple nr. 2. Já. Og þægilegt. Já, FB er búin að tryggja sér hérna sigur þá í fyrsta leik kvöldsins. Já. En eigum vissulega eitt kort eftir. Núna er bara spurning. Klárum þetta alltaf? Já, ég gerir ráð fyrir því að þeir alltaf klára þetta. Úff, það er alltaf svona bara svona flashbang. Já, þetta er gott fyrir augun. Þess að við verðum alltaf í myrkrinu þegar þetta er svona vel dimmt hjá okkur, svona yfir sem bara teknir út. Nei, geggjað. Það er bara flott framist að Biscuit okkar maður hérna inn í bara klefa hérna hjá okkur, bara inn í hotninu okkar. Inn í svona bara fataskáð að spila Mario Kart á Switch. Það er líka svo heitt þú veist, það eru 3 tölvur. Þeir eru 4 líka. Já, eru þeir 2 þarna inni eða var hann bara 1? Hann er 1 að spila. Hann er 1 að spila, já. En það eru 3 í kringum útsendinguna þarna inni með honum þetta. Já. Búin að vera að hæpa hann upp hérna, það voru búin að heyra ykkur high fives í gangi hérna og vel gert og eitthvað. Klapp á bakið og allt eins og á að vera. Teknimennir okkar eru toppmenn sko. Hæpmenn. En við byggjum hérna ennþá þá bara eftir að loka korti fyrir gang. Vonandi búin að eitthvað að kippa í lag þessu Frosti. Já. Hvað lítur að vera? Já, vonandi. Já. Nei. Ok, við heyrum að það er búið að reyna einhverja breytingar. Núna kemur bara ljóskort að það lendir. Já. Versta mann? Já, skil. Erum við með eitthvað? Já. Fórum út í hérna. Elskar líka. Áhörðunir heyri ekki að það vera að pífa í eyrun okkar. Það er skemmtileg leið að þessu mappi, ef þú mannst nógu. Jú, ég man hana. Það er svo mikið skorkar. Það er virkilega flott stillilega að þessu mappi. Spurning hvort að Biscuit náið í. Var það ekki Gísli sem að reyndi það og þetta gefast upp? Það náði eitthvað einu sinni og það náði ekki aftur. Ég er ekki viss ég sá því þetta hvort. Nei, þú ert ekki búin að sjá það. Ég er ekki búin að sjá það, þetta er geggjað. Þetta er æðislega mapp, sko. Þetta er eitthvað Bowser mapp, sér maður. Þetta er mikið að gerast á því, sko. Þannig að hann bara driftar í gegnum allt, hann bara, hleyp mér. Gerir vel hérna. Það er þetta léleg power-up. Já. Sjáum Elin eins og þar. Lendir í Elin feilaði. Næsta. Já, svo bara. Og hann alltaf bara komið inn einhvert annað. Já, hann er bara búinn að skipa bara halvt mappið. White map. Það er ótrúlegt, sko. Þú veist. Þetta er geggjað skil. Við sjáum bara bilið núna. Það séu bilið á millið. Já, bara út af þessu eina. Já, eina skipi. Já, og við erum fór að sjá blá skil, sko. Bara, I'm calling it, sko. Það fyrir að gerast. Það er blá skil á leiðinni. Ég meina, 1 eða 2 hringir í viðbót og hann myndi hringa. Já, bara að gera það sama tvisvar og bara búin að vinna þess. Þú veist, það er búin að sína. Við erum eitthvað í þetta núna aftur. Sjáum hvort hann á að lenda þessu. Hættir að gera það. Hann leggur ekki í það. Hann vill ekki gera það. Nei. Hann hoppar bara beint yfir. Með fjöður. Já, þá bara ferður bara beint yfir. Þetta var svolítið leiðilegt. Ég vildi sjá miklu meira. Já, lifa lit og... Púlaði smá sjóa. Það er þetta. Síðasti leikurinn og... Síl okkur smá. Já, þetta væri það. Nei, þú veist. Jú, fjöður getur gett svo mikið.
Hann alltaf á flegi ferði hérna. Það erum við 2 frá tæknu að nota, sko, bazúkuna þetta. Já, þeir eru báðu þér að bazúka, þeir eru að ná honum bara. Við þurfum meira boost. Já, þetta var masterclass hérna. Já. Það er bara þannig. FB með geggjaðan sigur hérna í Mario Kartinu. Já. Það var bara... Já. Aldrei spurning svona... Nei, í rauninni var þetta bara á milli fyrstu 2 kortana. Já. Og eftir það þá bara var þetta nokkuð sannfærandi bara hjá liði FB. Já. Og Maple kom bara mjög mikið á óvart líka. Algjörlega. Hann er í öðru sæti. Já. Tryggir hérna 14 stig fyrir sitt lið. Þannig að bara virkilega vel gert hjá FB og við tölum hversu mikilvægt væri fyrir þá að ná að vinna Mario Kart í kvöld. Já, það er... Og setja núna rauða dreigilinn út fyrir sigur hérna. Þeir eru aðeins búin að leggja niður teppið og núna það bara að lappa. Já. Take the walk. Þetta líka sko að finna að þetta eini FB, þú veist, eini FB yngurinn hérna í Arena. Já, við erum með flest tæknulið spilarana hérna í Arena. Er ekki alveg allir? Nei, það er ekki alveg allir sko. Er Rocket League strákarnir líka það? Ég veit það ekki. Ég sá bara CS og ég sá Switch, ég sá Elinu, en ég sá ekki, þú veist, meira en það. Þannig ég veit ekki sko. Nei, það lítur að koma bara í ljós, við tökum hringinn einhvern tímann eftir og tjekkum á þessu. Já, við tökum akkurat núna bara 5 mínútna pásu og kannski kíkjum á tekniskólastrákan og sjá hvernig þeim líður allavega með þetta tap. Já. Já, ef ekki kíkja það. Yes. Herri, hættum okkur í auglýsingar. Auglýsing? Já. Það er bra. Við reynum aftur. Það var að trolla okkur. Við reynum aftur, tæknimennir eru... Já, okkar allra besti maður. 5 mínútna pása. Við sjáumst eftir smá. Sælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman, verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Jæja, velkomin aftur. Við vorum rétt í þessu að horfa á FB sigra fyrsta leik kvöldsins í Mario Kart. Nokkuð samfærandi sigur. Hvort við nánast getum bara sagt 4-1. Já, svona eiginlega. Við verum að tala stigatöluna, það var svona eiginlega 4-1 í Mario Kart. Nósi eitthvað skammast sér rosalega mikið fyrir að vera með Pringles í hendinni. Við erum náttúrulega sponsað þarna Pringles, þannig að þetta er... Mælum með, sko. Er þetta ekki nýja bragðið? Þetta er þarna... Það er alltaf einhverja í stúdíónu. Cheese and onion. Cheese and onion. Smakka þetta fyrir mig, segja mig hvað þið finnst. Já. Þannig að meðan ég hefði hana. Þú erum að taste testa þetta. Já. Þú sáttu við þetta? Var ekki eins og komið upp í þig. Ertu sáttu við þetta? Er þetta gott? Já. Já. Mundi segja það. Já. Ég er sáttur. Bueno. Mjög gott. Þetta er gott, sko. Þetta er winner. Já. Það er bara eins og við séum með slendemann en að beitt fyrir fram. Ég skal bara horfa á mig bara. Það er alveg vel skrítið, sko. Við erum allavega núna að fara í Rocket League. Það var smá töf því að kannski timerinn var að hækka þarna. Það veitum ykkur vandræði með 12, þannig að við komum aðeins sent inn í þetta. En Rocket League næsta leikur og fáum þá bara kannski leikmennina hérna upp í Rocket League. Ættum að þekkja á Daxi, sem ég var akkurat að heyra er að keppa núna í úrslitum á bara... Íslandsmótinu. Í Rocket League og við veitum að Tásur er inn á. Jú, okkar maður, okkar toppmaður. Allir stjarnar fyrir FB, Örvar Frissa, Axel Ingi á F fyrir FB og tekniskólan er að Daxi, Tásur og Birkir KC. Akkurat við tölum áðan að FB kom okkur óvart allavega í seinasta Rocket League leik. Já. En vitum aftur á móti að Daxi er hins vegar mjög góður í Rocket League, þannig að kannski mikið pressa á honum. Ég veit náttúrulega ekki hvernig þetta raðast upp, þú veist, við vorum að miða við þá þrjá á móti hinum tveimur sem eru undir Daxa, sko, en við vitum klálega að Daxi er besti leikmaðurinn þarna inn á. Já. Þannig að það er svona stórt verkefni fyrir hann að reyna að bara halda þessu uppi og klára þetta fyrir tekniskólan. Þeir þurfa náttúrulega sem sigri að halda ef þetta er alltaf að koma sér í Counter-Strike og vinna þar. Knýja fram til sætir, þá verða þeir að vinna núna. Algjörlega, pressan alltaf svolítið mikil kannski akkurat núna fyrir svona unga og flotta stráka. Settir strax í grændirinn. Mikið pressa. Það er gaman að sjá það, sko. Já. Þá fáum við að vita hver fær að halda á þessum. Já. Unga bíkar, sko. Ég er alveg svo þungur. Ég þarf að láta þig halda á þessu. Má ég sjá þetta. Ég er ekki svona að djóka. Það er ekki bara að velja þetta í líkarættinni. Veitu? Þetta er 20 kíló eða eitthvað, sko. Ég minn eini. Það þarf alla 5 í leikmunniðinu til að halda. En við komum með gröfu, þannig að þeir geta borið þetta með sér heim ef þeir ná að vinna þetta. Þetta er geggjaði bikar. Já. Og þetta er svona faransbikar. Jú. Er það ekki? Jú. Sýnast það er verkið hérna á... Ég er ekki að fara að sleppa þessu, ég nýti allir tækifæri til að ná inn æfingunni. Við erum með listan hérna, alltaf frá síðust liðinum 5 mótum. Jú. Það er Tækniskólinn 2025, Framhaldsskóli Suðurlands 2024. Já, ég held að þetta sé eitthvað vitlaust, það hefur eitthvað annað liðunni þá. Ok, bro. 2023 Fjölbrautaskólinn Vesturlands á Akranesi. Já, FFA unnu 2004. Það er náttúrulega Counter-Strike er bara, held ég bara heimasport Akranes, sko. Það er spila allir Counter-Strike á Akranesi maður. En það er ekkert annað mikið að gera þar, held ég. Nei. Það er alltaf á skárum Borgarnes en það... Nei, og sen hefur Tækniskólinn tekið þetta 2 seti viðbáðar. 2022, 2021. Þannig þeir eru búin að vera að taka 60% af þessum... Síðustu 5. Já. Þeir eru að gera eitthvað rétt allavega í tölvugerunum í Tækniskólanum. Þetta væri svo fyndið að þetta væri ekki svona þungt, ég væri bara svona góður að leika þetta. Nei, þetta er bara, mér finnst þetta geggjaða byggar. Já, þetta er svona, ég verð að viðurkenna, þetta er geggjaða byggar með það sem er í deildinni. Herðu, hvað meinar við? Ekki tala illa byggarana mína. Herðu, komið í gang. Herðu, þetta komið í gang. Sjáum þetta að byrja hérna með hörku, FB, appelsínugulir, tæknubláir. Kemur eitthvað trikk hérna. Birkir. Tveir. Já, kemur hann fyrir. Þetta var hættuleg. Vel gert þarna, Örvar. Það er alltaf gaman að horfa Rocket League. Það er svona mikið hasar í þessu. Axel Ingi. Tásur í loftinu.
veggjum. Wow, ok, þetta var hættulegt. Já. En við erum komið boltan upp og... Pálsir ná að halda þess áfram, nei. Tækno. Daxi heldur lífi í þessu. Já, velger þarna Alli nær að koma sér í burtu. Örvar. Slænum að þessu. Léli snerting þarna. Virkir. Hættulegu bolti. Það verja þarna, góð vörn. Þeir eru aggressífirinn eða Tækno. Já. FB eru samt alveg ná að verjast vel, sko. Stjórna. Það var hættilegur. Boltinn fyrir. Snáinn. Alveg. Þetta var svona eins og fake, sko. Vissi allir á hann. Tveir að upp. Já, þetta getur verið stórhættulegt hérna. Já, hann þarf að verja þetta. Örvar, já. Gerir vel hérna. Er þetta nóg? Já. Örvar, hendur bara upp. Já, og Alli með klötsið þarna kemur svo í kjölfarið og næri þessu. Þeir eru öflugir í FB í vörninni. Þeir eru að gera vel. Kom boltanum fyrir! Tásir. Þetta er alveg Alli. Gott að vera með góða tásur. Það er bara þannig. Það er sparkið upp í loftinu. Hann er líka með svona mús í loftinu. Alli. Örvar. Þetta er erfitt. Já, fyrir Tækno. Sko, Tækno er ekki að ná að skora, þeir er alltaf að ná að halda sér í sókninni svona að meiri hluta. Þannig að þetta virðist svo nánast vera bara tímaspöður, hvenær þetta fyrir inn. Þetta kemur það tásur, með gott með núveri hérna. Það er að fylgja honum alveg og klemmar hérna niðri. Sjáum stjórnina sem hann hefur á biljum í loftinu. Þetta var geggjað. Þetta er öflugt lið hérna hjá Tækno. Spurning hvort að flóðbáttirnar. Já, algjörlega. Það pressan örlítið meiri Tækno á megin en svona... Sýnist líka sem allir í Tækno vera með aerialinn á hreinu. Þetta er stór hættulegur. Daxinn er að finna þarna glufu til að koma honum hérna inn. Svo gerist þetta líka stundum. Spurning þarf bara að brjóta ísinn og þá svona... Já, byrjar þetta að hrynja. Já. Kanínu eyrun. Kanínu eyrun. Þetta er okkar allra besti Noel. Nó, heyrið þið? Já, okkur hendur í sig að hlæja. Það heyrir bara ASMR hérna komið. Bara jafnvel og Pringles. Hann þurfti að keyra frá Selfossi, hann fekk enga kvöldmatgreið. Nei, Það er að retta sér einhvern veginn. við skiljum það. Þetta er rosalegt, sko. Mæki minn er, sko, lengst upp í lofti. Við heyrum þessi maganuðinu líka. Allavega, við höldum áfram. Það er búið að vera jafnvel Pringles, boltar í loftinu, Örvar kemur hann áfram og fer eiginlega fyrir marki, hættulegt, það er að verjast. Gott, hjá Örvar. Já, þetta er sendur hún minn. Daxi tilbúin að það skora bara. Ég held það. Já. Nei, Birkir gerir þessu eftir. Þetta er svona aðeins klunnalegri hreyfingarnar hjá FB. Man sér alveg örlítinn gæðamun á leikmönnum á milli skólana í Rocket League þar að segja. Já. Enda skiljanlegt. Þú ert með Daxa þarna inn á keppni í úrslitum og þegar þú ert komið með þennan kaliber fyrir þinn skóla þá er þér að fara að líða vel. Já, hann tekur svolítið líka bara af hinum. Já. Það er svona... Þetta var þetta vel spilað hjá FB. Þetta var geggjað. Sæll, sjá sendinguna. Axel Ingi, Alli. Beint á. Og Örvar. Og bara... Pá. Það er líka með snúningin á boltanum. Já. Þetta var glæsilegt spilað það. Já. Það er ekki getið teiknað þetta betur upp. Þetta bara gekk fullkomlega. Sjá hvort þið nógu að... Það er mínúti eftir, það er meira en nóg tími í Rocket League. Það er flippir í setinu. Fyrir, enginn til að taka móti. Tásur, hendur sig hvert áfram. Yfir. Daxi fyrir í hann. Alli næra kominu fyrir miðjuna. Örvar, lengra.
sko, hreinsum þarna. Ok, gefur hérna á Örvar leifur hann að fara bara. Þetta er fyrir. Það er að Fincheri, nei. 30 sekundur eftir. Það er svolítið stórt verkefni að ná 2 mörkum á þeim tíma. Já. En einu á minnstakosti, það væri alveg stórt, sko. Já. Ná einu auka, þá ætti Tecno að vera skjálfaðir, sko. Byrja að skjálfa. Þeir skjálfa pínu. Új, þetta er svo vel varðið, sko. Já, þeir eru að gera góða hluti hérna hjá FBL. Líða við akkurat þetta spil. Já, þeir eru helviti öflugir. Já, það er eins og að vanti örlítið sóknarmegin. Já, það er eiginlega dæmið. Ég held að FB hafi í rauninni ekkert fengið þannig sem mörg heil færi. Hvort það hafi verið 4 eða eitthvað í heildina að náða að skora einu þeirra. Að meðan þetta Tecno var akkurat bara í markinu þeirra eiginlega allan tíman. Svona virðast leikirnir spilast þegar annarlið er örlítið betra en hitt. Þá er þetta svona svolítið meiri sókn á annar markið. Þeir ná að verjast en það kemur ekki þessi opnun hinum megin. Nei. Akkurat, það er spurning hvort FB ná að finna einhverja lausn á þessu. Hvað þeir gera til að en auðvitað er náttúrulega bara erfitt þegar maður sér bara mun á kontrólinu hjá Tecno þannig þegar boltinn er í loftinu þá náðu þeir að gera miklu meira. Við erum ekki að sjá FB jafn mikið ná svona löngum flugum sko. Já, stjórnin á bílnum er algjörlega bara mögnuð. Reyndar náttúrulega í Rocket League kemst alveg upp með að vera ekkit frábæri aerial gegn að þú ert staðsettur vel og kannt svona vel og allt hitt en þetta er bara svona gott að hafa þetta í vopnaborðinu. Þetta opnar leikinn miklu meira fyrir þig. En það er bara samfærandi. Mér er svo gaman að horfa á FB því að mér finnst þess að við getum alltaf heyrt hvað þeir eru að segja þegar þeir eru að spila. Þeir eru að spila leikinn eða sem lið sem að horfa á Tecno. Mér finnst ekki við sjá það eins mikið hjá Tecno. Þeir eru verið að vera meira bara að nota pure power. Einstaklingsgæðin til að sigla þessu inn sko. Og það er náttúrulega oft hannig þegar þú ert þegar ég held þeir upplifið sér náttúrulega sem bara betra lið skilur og þá eru þeir bara við ætlum bara að fara hérna til að vinna skilur og sem er að virka eins og er en FB aftur á móti átti flott þessu sóknina þarna. Sending yfir kantinn, þetta var virkilega flott. Komu allir við boltan. Það var mjög flott og sýnist það að vera bara í rauninni þeirra leið til að skora þessu mörk sko. Það því jafnvel þótt að þú ert rétt staðsettur þá er bara Tecniskólinn er líka það góður að þeir eru yfirleitt á annarkvort alltaf komni fyrir. Komið vekk fyrir að þú náir einhverja hreinu skoti sko. Já, við sáum vörninni á FB, hún var svo skemmtilegt að horfa á sko að vörnina sko og sóknin hjá Tecno var stundum að bara ströggla að koma boltanum inn út af þessari vörn. Og ég held að ef við sjáum meira af FB koma yfir miðlínuna, þá held ég að við sjáum góðan leik hjá báðu liðunum. Hvort að FB komið aftur tilbaka, það er málið sko. Ég er að pæla hvort þetta hafi verið viljandi gert hjá FB að spila varnarleik, skilur, hvort þeir hafi verið meira bönkera, kannski hrættir að vera oframalega, þá kannski rignir inn meiri mörkum eða ég er svona að reyna að pæla hvort þetta hafi verið bara Ok. Við erum bara að fá frá Tecni að við getum dottið smá seint inn í leikinn. Hann er hvort það sé byrjaður og það er bara að vera að græja okkur inn í hann. En það sem ég var að segja var bolti, miðja, bíl, skjóta. Þeir voru meiri í vörn. Já, þeir eru meiri í vörninni og ég hugsaði akkurat hvort að það væri eitthvað endalega betra, hvort að draga svo óframalega þegar þú ert með svona öfluga leikmenn að skjóta sko. Þetta er svolítið eins og fer of langt út, opið inn, þú veist. Já, ég held að bara einmitt þetta byrji hjá FB þarna í vörninni, bara ná að halda þeim lengur og vonast til þess að fái... Já, þeir eru svona törtlægilega og býða eftir opnunni og reyna að taka hana þar þegar hún kemur, sko. Eins og þeir gerði í markinu, en svona, og ég meina eins og vörnin var að standa sig að þá ætti þeir alveg þetta annað mark sem þeir fengu á sig, var það ekki annað fyrir ekki þriðja, var svona svolítið auðlilegt. Þá á FD-inu voru þeir komnir margi framalega og boltinn fer eiginlega bara alla leið. Þetta er alveg dagsveit tók hann að vegnum þarna. Já, það var erfitt. En hérna komið 1,5 mínúta búinn, 3-1 að Tecno. Og Tásu var að skora. Já, ok, þetta byrjar helviti harkalega. Akkurat,
það sem við vorum að tala að mætti ekki gerast Við erum komin bara í sömu stöðu og varum leiknum á 1,5 mínútu. Já. Og Aftur Tásur, Örvar. Glæsilegt hjá Örvari og með þess að hitta hann aftur. Við komum framar. Þeir eru líka að skila sínu liðsmenn hjá honum Daxa. Tásur með 2 mörk. Já. Og Birkir með 1. Þeir eru að dreifa. Birkir. Þetta er blóðbað. Já. Þetta er boxmasterinn sem er að hjálpa hana. Þetta var vond. Já, ég held að þetta var svolítið... Mætti halda hann að við glemt að frontflippa sko. Fyrsta tapið hafi slegið á lið FB hérna. Já, mögulega. Ok. Alli með hann frammi. Nei, það er ekki að gera mikið með þetta. Það er fram hjá honum. Þetta var þetta. Skot. Já. Við vilja hana. Axel tekur á móti þessum. Hittir hann ekki sín? Taxi, já. Hann er með hann. Já. Þetta er orðið vond núna. Já. Er þetta, já. Ég held að lið Tecno er ekki lið sem gefur 4 mörk á stuttum tíma. Nei, alls ekki. Hálfum leik. Spurning núna að maður kannski reyna að bjarga andliti, ná 1 eða 2 og stoppa blæðinguna. Jæja, það er að stöðva þetta áður en þetta byrjar. Botni fyrir, Axel. Gerir vel hérna og þetta er ótrúlegt. Hættulega nálægt. En heyrðu, var þetta pins inn í mark? Nei. Erfitt að sjá hérna angulið, bara þessu, ef þú veist. Já. Hattið á boltanum. Það er gaman að sjá. Þetta er skot. Já, ok. Já. Gerir vel hérna. Örvar. Nær einum marni í gegn. Þetta kallar maður bara snæp. Já, þetta var bara stórglæðislegt mark. Já, tekur þetta dekkinu hana. Nær hún líka mátulega hátt að Birkir kemur sér ekki upp í hann. Já. Þetta er inni. Hann er svo nálægt. Þetta var inni. Þetta var vond, þú veist, þetta var svo nálægt marki. Já. En af hverju... Hann var ekki með var ekki með turbo. Nei, var ekki með boost. Já, hann var búið með boostið, er ekki upp almennilega í boltan til að slá honum upp. Það er glæsilegt að ná þessu líka. Það að ná íðanum burt. 1 mínúta og 35 sekúndur hérna eftir. Sér lengi. Ekki mikill tími. Þetta virðist vera, já, það var steppað þetta bara leið. Beint fyrir markið. Er ykkur til að taka móti. Birkir. Nær hins vegar manna. Við erum að sjá svo mikið, þú veist, Tecno allar saman. Þetta er skot, en ekki nóg. Birkir. Var ekki alveg á beinni línuboltinn þarna. En Birkir demóar. Axel Ingi. FB meðan hún megin. Örvar. Örvar að reyna eitthvað, þetta er erfitt. Þeir eru allir 3 mættir hann að ná að halda svo lífi. Birkir er að sleppa í gegn. Örvar. Hann næra að bjarga þessu, en 20 sekundur að detti í og FB ekki með nægan tíma til að loka þessu. Tecno virðist ætla að sigla Rocket League fyrir skólan sinn. Örvar loka sénsinn á Tásur kemur veg fyrir það. Setur hann niður. Nei, Taxi ætlar ekki að setja boltan niður. Eitt annað mark. Þeir vilja annað mark hérna. Ná að halda honum á lífi. Einhvern veginn á þeir alltaf þessu.
Hann er komin þetta. Tæknó, 1-1. Jafnan stöðuna, 1-1. Og þetta var svona, það sem við kannski vorum að hallast að myndi gerast. Að Tæknó væri hérna með yfirhöndina. Og FB hins vegar hélt alveg ágætlega háræðarum í fyrsta leik en mistu svona aðeins stjórnin hérna í leik númer 2. Tásum með 2 mörk, Birkir með 3, Bexi með 1 og já, þetta var bara flotta heiðaleg tilraun í rauninni. Algjörlega. Voru með stórt verkefni fyrir framan sig og í þetta skiptið bara duði ekki til. Voru ekki með kannski erfitt að með svona góð gæði akkurat á mótið þér, sko. Já, Áfjarl. Já, þú veist, þegar þú ert komin í þetta level þá held ég að dagsformi skiptir ekki eins og máli. Þetta er það mikill munur, sko. Það er bara svolítið staðan, sko. En í það minnst að þá eigum við allavega Counter-Strike það eftir sem loka leik kvöldsins. Já. Okkar leikur. Nákvæmlega. Það er úrslita leikurinn. Endum þetta á toppnum í toppleik. Já, nákvæmlega. Það verður mest spennandi að sjá seinasta leikinn í úrslitunum sem Counter-Strike. Já, það verður skemmtilegt að fara í OT líka eða eitthvað svona stemmingu, sko. Það væri draumurinn. En við sjáum það bara eftir smástund. Við ætlum að taka aðra 5 mínútur pásu og séu þá ykkur í Counter-Strike. Af ástsælustu vörumerkjum þjóðarinnar taka höndum saman verður til bragð upplifun sem enginn getur staðist. Sirius ísblóm með salt karamellu kurli. Blanda sem þú verður að prófa.
Velkomin aftur, við vorum að horfa á Tækniskólann, jafna stöðuna 1-1 í úrslitum Frís. Þeir eru ekki tilbúnir að missa þennan 100 kílóa bikar. Já, það er svona dæld í gólfinu að það er gengt þarna. Þeir veit ekki hvað annað að sitja en það er vilja fór bíkarinn. Heillan ónýtt hérna eftir þennan bíkar. Algjörlega, þetta er alveg rosalega þyngd í þessu. En allavega þá eigum við núna Counter-Strike eftir og þetta er bara sama formátu við höfum séð áður. Það er best of one, 1 map og við vitum hvað mappið erum við eitthvað að fara að segja það? Jú, við erum að fara í Ancient sem er mjög skemmtilegt mapp. Það er rætt, það er dynamískt mapp, þannig að þetta er ekki alveg eins og að horfa núk eins og við erum búin að lenda í. Nei, það er Ljúka Inferno. Já, þetta eru minni dynamísk mapp. Ancient er rosalega mikið svona hasar mapp og það er skemmtilegt að spila það líka, eitt af mínum uppáhaldsmöppum. Þannig að ég er ánægður með þetta. Við viljum hasar. Þú lýsti Ancient leik í fyrra. Já, þið það. Það Tecno FSI. Já, mjög hrifinn að því. Mér finnst það mjög skemmtilegt mapp og þetta er líka, þú veist, það er ákveðnar leiðir sem þarft eiginlega að spila þetta mapp til að það gangi vel. Það er spurning bara, ég gerir ráð fyrir að Tækniskólinn kunni þetta allt. Þetta er ekki fyrst skeitt sem þeir eru að spila þetta mapp, sko. Ég held alveg, þú veist, með glubba í keifinu, þetta verður alveg erfitt, þú veist. Því að hann er alveg sterkur keiflegir. Við sáum náttúrulega ekki hver valdi til sætirinn, sko. Nei. FB. Var það FB sem valdi Ancient? Já, það var Nuke og Ancient og FB völdu Ancient. Já, það er þó hljóta að vera eitthvað comfortable í þessum appi, víst. Þetta eru þau sem voru eftir. Eða hrættir við Tecno á Nuke. Það gæti verið, þeir sáu náttúrulega seinasta leikin þeirra sem var í Nuke og það var 13-1 eða eitthvað, ef ég maður rétt, eða 13-2 sko. Mjög sannfærandi, en við fáum þá kannski bara line-upið hérna aftur fyrir þá sem voru ekki komnir fyrr í kvöld. Þannig að við séum leikmennina sem hérna inni. Það er FB, eru með Luffy, Syndo, Yuta, Heavy Putis og Indian Ninja. Tækniskólinn með Tofu, Peters, Elisan, Spakku og Sorglub. Er þetta Dusty Peters? Nei, er hann svona ungur? Nei, hann er frá Brasilíu. Já, og talaði ensku þá? Já, þeir eru að koma ensku. Já, við höfum séð þetta gert áður líka, það sem eru enski leikmenn og það var heldur gert líka þegar hann hvað heitir hann? Ungi strákurinn. Ég veit ekki. Akkur að dotti úr mér hvað hann heitir. Allavega, skeytir ekki. Var hann ekki með þér í liði? Var hann ekki í Dusty Junior? Já, Nobias. Já, Nobias, FB, já. Nefna hvað, þú veist, Nobias, hann, þú veist, núna, hann skilur íslensku kóladinn. Þú veist, hann skilur kóladinn á íslensku. Já, hann skilur það, þegar við erum að koma á íslensku, þá skilur hann alveg það sem við erum að segja. Þannig að, þú veist, það er svolítið þægilegt að spila með Nobias núna, en þegar hann var áður fyrir, hann skildi ekki íslensku kóladinn og við vorum að koma á ensku. Já, en núna allavega, þá er annar lið sem er að koma á ensku. Það getur verið erfitt fyrir þá sem er íslenskir og eru ekkert frábærir í ensku. Þetta er svona smá munur að hoppa á kóladinn, verða líka önnur. Það þarf að nota official kóladinn sem eru, þú veist, ekki það ef við spilum ekki Face It, Solo Queue, þá er þetta allt í lagi, sko. Ættir alveg að vera með þetta, sko. Já, þetta ætti alveg að sleppa. Hvernig eru þið að spá að þetta lendi hérna í Counter-Strike? Sko... Það búið sér 6-7 áttur, eða? Það væri fyndið. En, þú veist, samkvæmt þessu, þá er Tecno með sterkarlið. Já. Samkvæmt þessu. Þú veist, það sem að sér. Já. Þú veist, það sem að sér. En þú þekkir ekkert mikið leikmennina. Ég reyndar, eini sem ég veit er Luffy. Jú, það er eini sem ég þekki hérna. Já, það er náttúrulega vont, ef maður er í deildinni og hefur ekkert endilega þekkt nöfnin, þá svona automatically er maður svona, ekki nema þetta séu bara sleeper agents. Það sem gæti uppkomandi spilarar? Já, það er sem ég er að segja, sko. Og oftar en ekki, þú veist, er maður að sjá svona einhverja krakka sem að detta inn sem byrja að spila mjög ungir og allt í einu eru bara eins og blikk kemur þarna out of nowhere á sínum tíma og er allt í einu bara mjög góður og það kom alltaf eitthvað svona prodigies inn á milli. Og það er líka í framhaldsskólanum ferðið svona svolítið að halla þér kannski inn á ferðagrænda ferðagrænda töluleiki, svona tíminn verður aðeins öðru vísi að það er kannski þarna sem þetta mitt fer að skera úr þessi góðu. Þú ert að píka þarna yfirleitt. Já. Þú veist, á mínu tíma var ég örugglega í præminu mínu akkurat í kringum svona 16-17. Það var svona það sem ég var örugglega upp á mitt besta, sko. Síðan alltaf tekur lífið þitt, 20 pluss og þú byrjar að vinna og eitthvað og það bara sker verulega á tíman sem þú hefur til að vera eða í akkurat mót og keppnir og annað. Já.
En ég akkúrat mjög spenntur að fá að fylgjast með þessu leik og sjá hvort FB hafi það sem þeir þurfa til að granda hérna öfluga liði Tækniskólans. Það verður gaman að sjá það, sko. Já. En við erum alltaf dottnir hérna inn í Ancient og það verður þá hnífað upp á helming, hvor byrjar. Þetta eitt að fáum upp á það sem að helmingurinn ofta alveg svona, finnst ekkert ömulegt að vera í tærn. Það allt í lagi. Skiptir ekki eins miklu máli eins og Nuke eða svona. Nei, það er ekki að versta í heiminum að vera tærmegin, þannig að oftar en ekki maður svona eiginlega alveg saman hvernig hnífa þetta lenda. Já, Ancient svo þægilegt map, sko, þú veist, jú, þú getur verið með lélega sketja en allt einu ógeðslega gott 10. Það er nefnilega málið, sko. Þetta er svolítið þannig map. Hnífarnir aðeins yfir hérna skólunum hérna. Elias, einn eftir. Já, butterknife þarna hjá smjörhnífurinn. Karambit á Arra, Tofu og Sorklub líka. Sorklub með hérna, þetta er ekki karambit, þetta er hingerðin. Þetta er smjörhnífurinn. Þannig smjör, já. Er þetta stiletto eða eitthvað? Nei, þetta er hérna, þetta er ekki stiletto. Stiletto er hann að mjói. Já. Eins og penni. Akkurat. Jú. Vel skartaðir allavega hérna hjá Tekno. Þeir velja að byrja enga síður á CT. Já, ég held að það gerir það allir eiginlega í Ancient. Velur eiginlega alltaf CT að því ef þetta kemur svona út á sama þá er bara þægilega að spila CT. Það er svona, þeir þurfa að koma til þín og... Kúkri. Kúkri nýfur. Case Harden, kúkri nýfur. Alveg vel gullita. Bad roll, eins og maður segir. En keyra hérna upp í átt að B-nu, FB. 3 cave, maður sér þetta oft, duelís í cave, þeir eru 4 á B-nu hins vegar. Þetta er erfitt gamble nema þeir ákveða að fara miðjumegin sem væri virkilega gott í þessari stöðu en sýnist þetta ætla að vera B-komið. Hvort þeir búið sér svona mörgum í cave. Og ekki að tengja hérna. Já, góð byrjun hérna hjá Tekniskólan á tveimur. Fastur í horninu, tekinn, Luffy, veit. 3 hérna bara í línu. Á öðrum 3-3. Já, bomba niður. Bomban akkurat fara aðeins svo lengi að ná óhefnir Luffy með mann í baki líka dúlutar. Lára hérna. Þeir voru aðeins svo lengi að ná bombinu niður. Ég skil vel að hann hafi ekki plantað hinum megin af því þeir geta skotað henni í gegn. Þeir vita af 2 í cave, þannig að hann fer í opnum planti og geta tekið henni í gegn. Þannig að hann fer hinum megin en smókurinn alltaf bara feitar og sjáum hvernig það fór. Þetta 4B, 1 rauða, þetta er strat sem við tökum mjög mikið sem IGL-in minn tekur, eða kapteinninn minn tekur mjög oft og þetta er eitt af sterkustu. Þú verður að vona bara enginn sé að hlusta á þetta. Er þið stórmeistari eða? Nei, það komast ekki. Ég voru til spilið upp á það. Já. Á móti hverju lendið aftur? Ég sá að þið átti að stórt tapa á móti einhverju liði. Team Liquid. Nei, ég keppti ekki á móti Team Liquid. Ég var í úrslitum í Valorant-mótinni NFG. Já, ég sá eitthvað stream þegar þar sem að þú varst að spila eitthvað en á stórt tap, ég sá ekki á móti hvernig þeir voru. Þetta var eitthvað, ég sá Anubis og bara Nuke. Já, það getur verið. 2-0 fyrir Tekno. Jú, við spilum móti hérna Geir H. Já, þetta var móti debatti á þeim. Já, akkurat, ég myndi það. En 2-0, núna kemur fyrsta bæið inn. Vopnin hins vegar hjá Tekno heldur betur í aumari kantinu. Já, gæti verið betri. Þetta eru baunabyssunar. Já. En skemmtilega byssur. Þetta verður á öllum líkindum aftur eitthvað cave stack eða eitthvað svoleiðis sem að, nei, þeir ætla bara að hjóla hérna niður miðina með baunabyssunar. Þá hérna Vopnflast, hérna nær einum í gegn, taka 2, opna þetta round. 4 á 3. Og Luffy, 37 HP. Sýnist þetta alltaf að vera, nei, hann beilar á lurkina þarna í rauða. Luffy er að fara að lappa í, hvort hann haldi hérna. Já, það er ekki að klára þetta kill hérna einn á kassa. Það fær handspöngina. Tekur örlítinn skada, ekkert alltaf mikið. Elias leita af einhverjum öðrum, já. Elias alveg eftir, 3 eftir. Já, þetta... Búið mikið Eliasson aðeins upp, en... Já, þetta er erfitt að koma hérna inn, smókurinn fyrir. Þeir voru með
Það lappa bara inn í gegn. Þau voru 4 á móti 3 en tapa því. Þeir eru rauninni tapis að þeir taka allir slaginn 1 og 1. Já. Þetta var ekki tekið bara saman. Í rauninni þú ert komin að hennar stað, þú ert búin að ná 2 entryum á miðjunni og veistu að það sé max 1 á aðeinu. Hinni 2 verða að vera B-megin og þá keyrur bara í náðið. 4 fjarkinn bara straujum hann. Vestafalli nær hann 2 eða eitthvað. Það er vestafalli. Þá áttu sætið. Það áttu sætið, plantið og 2 á móti 2. Þetta er gott gamble til að taka en þarna fóru þeir allir í ykkur play. Luftur tekur rauðaplayið, hann tekur hérna lappar 1 inn á sæti og er tekinn og síðan er þetta eiginlega bara fallið eftir það. Klubb í heaven. Síðan á Dumbledores. Rinkaður hérna að tekkunni. Peters. Það sem kemur yfir. Með AK-in. Það er 1. Spöngin kemur hann yfir. Nær honum með greinunni. Shiro með diggarni í miði. Peters að leita bombu. Nei, reynum hann að búast ekki á kassanum. Gott skot. Inni Lár. Hvort að síðan hjóli í hann. Vinnur þetta, Elísan. Með 1 HP. Elísan og Elías. Já. Það er ekki að gera okkur þetta auðvöld fyrir. Já, vá, ég hélt að það væri bara stafsninguvilla og það var búið að breyta því, en nei, það er Elías í hinliðinu. Elías og Elísan. Þetta. Halda í 3 þessar AK-tækna og ennþá. Þetta er vond þegar þú ert komin akkurat sem Terry og Advantage eru AK-arnir. Já. Og hitlið er allir með AK. Þá ertu komin í mjög erfiða stöðu. Komin kemur hérna út. Þetta er framan. Þú varst líklega ekki með hann svingi þetta. Nei, akkurat næri einu kill út frá þessu. Næri einum og Manu, eða Luffy myndi ég. Reynir aftur, næri ekki. Bakkill hérna. Luffy, eins og það með Luffy er að gera góða hluti hérna fyrir liðsvið. Núna erum við kominir eiginlega í sömu stöðu aftur, 4 á móti 3, lappa bara í gegn. Það nær 2, nær 3. Nær 3 inn í keifunni. Það mátti ekki gerast, FB aftur að lenda í þessu og líka mögulega bara aðeins og örir á sig. Smókurinn er ennþá uppi, hann er að feita eftir akkurat, feitaði bara þegar voru að lappa í gegnum hann, bíða aðeins lengur og reyna að taka þetta með opin augun sko. No tími eftir og... Já, en við erum að sjá tækniskólan vera bara virkilega öflugri hérna í byrjun. Ná hins vegar öðru bæi FB, ekki gott í útil, en allavega riflar. Og líka Luffy er búinn að vera að ná mikilvægum pick-up hérna til að ná yfir. Neitstakkið. Luffy er fyrstur. Nei, ná 2, heian! Núna erum við örugglega að fara að sjá það sem að... Spokka donut. Það sem við þurfum að gera. Nei, aftur fyrir bara 1 áfram, hinn er bíða bara. Komum við hérna byttur alltaf. Já, við þurfum bara að ákveða hvað þeir vilja gera. Núna er rotate komið inn. Það er erfiðar að ná aðeinu núna. Ég veit ekki mikið skada. Já, spurning hvort það er alltaf að síðan. Segja á, floss fyrir aftan. Það er bara að fara 1, Shiro. 1 í kirkju. Peters. Gott skot hérna. 1 á 1. Þetta 6 HP. Feikar ekki. Strikkar. Já. Elísan. Já, það þykir. Við erum að sjá svona fundamentals difference á milli liða. Tecno er bara með aðeins betri fundamentals og FB eru akkurat að lenda í hvort það sé IGL-inu mögulega ekki að kalla legin. Þeir eru svolítið svona, þeir eru lullapínu og sem ákveður alltaf bara einhver einn að ég ætla að gera eitthvað og sem gera næstu það sama. Þannig að þurfa eitthvað aðeins að herða ákvörðunartökuna sína. Þeir eru bara að koma sér í þessa stöðu 3 svo núna. Þeir eru með góða yfirhönd og ná ekki að nýta hana. Hvernig ég horfa á þetta, ég held að Glubbi sé með IGL-in hjá Tecno og
því mögulega. Heyra bara í gegn Harry. Brenna sér smá að þessu. Eftir Zero. Fjórir á móti einum. Hægt spil það. En Nei, ekki að klára hann. Missir rakkaðan sinn. Nei, það ekki öðrum. nálægt að Peter sem kom óvart hérna. 9-2 hérna liðir Techno. Staðan orðin 7-0. FB þarf að fara að ná einhverju hérna inn. Já. Ef að þeir ætla að eiga séns í titilinn. $7-0 og peningurinn ekkert eitthvað Nei, glæsilegur. Nei, alls ekki. við erum svolítið að sjá bara svipað og það var með tekniskólan þegar við horfðum á senast í Núk. Þeir eru jafnari rándin núna vissulega. Þeir eru eftir fullt erindi í hérna leik en eru að brenna sig á Elisanda einu ekki tveimur. Hann í gegn Peter með 3. Hann on fire. Bara 100%, 12-2. Já, og að ná alltaf þessi 3. 8-0 fyrir Techno. Þetta að fara svolítið vonda leið þarna fyrir FB. Já. Þetta verður mikil brekka á CT fyrir FB. Já, ef þetta væri eitthvað annar lið en Techno þá myndi ég vera alveg svona, kannski, en líka bara með það sem við erum að sjá að FB svolítið í akkurat fundamental villunum, þá ég held ég að sjá Techno fara að sigla þessu bara. Já. Nokkuð samverðan. Þeir þurfa bara 5 ráð. Það nefnilega málið. Þeir eru reynið að brenna alltaf bufferinn og meira. Steppa hérna þeir heyra þetta. Harry heyrir. En hann að selja hana feikið B-megin, þannig þeir rótita ekki. Hjóla bara í hann og drepa hann. Fyrsti sem Það fóruð tveir saman. Fóruð tveir saman, treyti kom inn, það var mikilvægt. Klubbi í Donut og 2 að fara að sitja. Eitt að koma í bak. Það eru ekki mikið jútil heldur. Þið getið ná. Mér síst Arri vera að koma í bak hana. Já. Þetta að verða ljótt. Já. Glæsið spilið á Techno. Virkilega vel, ekkert að taka af þeim. Bara Nei, Techno eru bara að gera góð liti hérna sko. Verður skuldað í 9-0 yfir. Það bara algjörlega þannig. Og það kolla á ennsku líka. Já. Það glæsilegt. Já. Virðist ekki vera að hafa áhrif á þá. Líka allir bara mætti til leiks hjá Techno sko. Það allir að skora vel og þeir eru allir. Dreifingin góð. Dreifingin góð sko. Já. Allir að lana saman hérna í herbyggi. Það líka hjálpar alveg. Já. Að þú sért ekki á setupinu þínu, með dútana með þér sko. Stemmingin góð sko. Vinnur round og fyrst bump og svona, það hefur áhrif. Það gerir það. Flossið. Það er gegn counterblast sem við tók baka en ná ekki að klára í með því. Klubbi með 2. Og Tofu með 1. Það er fyrir. Já. 10-0. Arri þá með þetta. Þetta hlýtur að vera orðið svolítið erfitt að horfa fyrir þá sem eru að halda með FB heima. Já. Einhverjir búin að slökkva sjónvarpinu ég hrættur Já. Einhverjir farin að sofa bara. Já. Hinum með kottan. Þetta engin skólamorgun, þannig að það versta við þetta hefði auðvitað geta verið jafnari leikur, töluvert, hefði þessi rándarna sem að fór í vaskinn. Já. Af því að það kemur svo mikið swing, það kemur íkó. Nei, þetta eru líka 3 ránd í röð, ef ég rétt, og þá ertu bara búin að brjóta bankar og mögulega sigla inn fleiri ránd og sjálfstraustið komið inn og algjörlega, þannig að þetta spotta 2. Mikið confidence í Techno, þeir eru bara að taka þess að fæta. Ekki við það, ná þeim. Peters. Það öðrum. Já. Nær einu. Treytaði. Þeir aðein. En treytaði líka. Núna eru komin í 3-2. Hvað ætlar FB að gera með þetta? Já. Ían. Setur þetta 3-1. Núna þurfa þær ákveða sig. Viljum við hittast það mann og fara eitthvað? Já, það er Elísson að fara að taka þetta. 1. Sko, með 8 í káti, sko. Já, og líka sjá hvað búið mikið og vel upp.
Þeir hlaupa í þetta. Nú spurning velja þeir rétt eða ekki. Þetta gamm. Þeir gera það, velja rétt, fara B-main. Ná allavega niður plantinu. Já, þetta retake ekki auðvelt fyrir Elisan. Gaman alltaf að horfa hvernig fólk að klíra hot. Ég að feika. Þetta ekki alveg. Aðeins verið að leika sér. Elisan að koma á ramp. Púlar upp þarna flash. Já. En síðan ekki líka góð. gerir vel, býður, svingar og línuna. Já. FB búinn að sigla sínu fyrsta rándi núna. Komnir á blað allavega. Þeir eru búin að kaupa sér allavega 1 ránd í buffi núna. Já. Og ná að loka þessu á fínu bæi í síðasta rándi fyrirháleik. Svo sem er náttúrulega bara æðislegt hinum einn. Þeir vantar ekki neitt tækni og spurning hvort það sé ekki vappaspilari í FB því að það væri alveg peningur til þess. Þetta ekki mjög Þú getur alveg púlað það, sko. Það er alltaf mörg angul sem þú getur tekið. Peters og klubbi. Þetta er yfirleitt bara að þú ert á móti aggressífum liðum, sko. Það er ægilegt. Það skipir inn nær einum. Þetta er 5. Svo klubb. 15-8. Tilbúinn, já. Elias einn eftir. Bakko með hann. Já. Vel spilað 11-1 fyrir Tacno. Já. Gaman að heyra að maður heyrði fagna lætina úti. Það voru sáttu með þetta round. Technical pause, kemur inn. FB að opna strattbókina. Hvað eigum við að gera? Þetta er technical. Datt ykkur út, eða? Já. Pissupása, mögulega? Mögulega, já, gæti verið. Ætti nú ekki fyrir að pissupásu á einu mappi Counter-Strike, en það er aldrei að vita. Kannski verið að dæla í sér Red Bull. Hvað stendur hérna? Mér finnst svo gaman að þegar það er svona merkið, þú veist, þegar byssan heitir eitthvað. Það er búið að merkja byssuna. Name-tagið? Já, setja svona name-tag. Ég minnir að hérna á Major þá var Keitian búinn að merkja á einhvern díf eða byssu. Búinn að gera bara, þú veist, það var gett name-tag og hann skrifaði bara Keitian eitthvað á byssuna. Það var alltaf fyndið að fólk að sé að gera það. Skemmtileg viðbót líka að geta verið með skýrt byssundan sínar. Það lendi, já, maður hefur fengið akkurat vopn í einhverjum treytum og eitthvað svoleiðis akkurat sem komið með einhverjum random name tag, sko. Já. Það er eins og hérna, ég held að við munum örugglega kannski sjá það á T-site. Þá er Tofu, hann Arri, hann er með bombu á hérna bombunni, þá er hann búinn að name-taka bombuna. Það er ekki. Símanúmeri á Dominos. Það er mjög gott. Ég veit ekki hvort það mun sjást en það er gaman að sjá það, sko. Já. Það er símanúmer á bombunni. Þannig byrjum við CT, FB, Tacno T. Og er þetta crowdplay mikla Skjálpilkuvolkið. Kemur hérna. Og betra fyrir líka eftir þetta update, sko. Og Luffy kontaktar Heavy með 1, það er ekki 2. Svona gerir, svona sjáum munin á entry-ónum líka á milli liðana. Þeir hjóla bara hérna inn. Þess að 1 skot og nærði ekki. Hnífur kemur inn. Hnífar. Elias, 1 eftir. Uspu og Shield. Nei, er hann með eitthvað jútil? Nei. Hann er ekki með neitt jútil en ekki armor heldur. Ekki armor heldur. Hefur það. Tökum þetta 12-1. Þetta er bara strax. Og já, það er ekki mikið sem FB getur gert í þessari stöðu.
Nei. Í miður, peningurinn ekki góður, aðkvæðarnar að koma inn. Já. Þetta farið að líta ansi blík út hérna. 12-1. Mér sýnst það mögulega þá að landa í hvað, 13-1. En við eigum eftir að sjá það. Þetta ekki overtime-úrslitin sem við vorum að biðja um. Nei, ég var ekki að búast þessu. Það kannski eitthvað á þess átt, en ekki svo mikið. Nei, ég held að það myndi sigla alveg inn í nokkrum sem þeir átt að gera svo sem, Rush B og ég er ekki tilbúinu við þessu. Nei, ekki var að flækja þetta. Elisand tekur 1 hérna, 4 á annan, 2 og 2, Bekkar sín 2 fyrir 2 og þá er þetta núna 3 á móti 3. Heavy, G90-una, tekin líka af Sorglub. 2 og 3. Zero og síðan að vera hitjur fyrir liðsins hérna. Ná einum. Ok. 1 á móti 5 núna. Ok. 1 á móti 1. Zero. Hefur ekki mikið tíma. Já, hann tökkaður. Er hann með kit? Nei, hann er ekki með kit. Þetta er komið. Þetta er komið. Ljó. Þetta var svo ljó. Þetta var gott skot. Já, þetta var frábært ránd hins vegar ekki inn til að tryggja rándið. Byrja svona. Nei, þetta er Hver gerði hann ekki öll rándið? Já, þetta var mjög sannfærandi í lokin. Mjög sannfærandi, já. Það var það. Bara Raunar ekki mikið hægt að segja en það er bara gæðamunur á milli liðanna. Það er mjög greinilegt að þeir eru komu sterkir inn aftur Tækniskólinn í þetta. Þannig að sömu andlit svo sem. Við kannski fáum bara 1 leikmann Tækniskólans til að koma hérna og í sæti til okkar, fá 1 hérna viðtal, fá 2 jafnvel. Jæja, strákar, innilega til hamingju með back-to-back sigur hérna. Þetta var frekar sannfærandi, eða ekki? Jú. Það voru nokkur rándarna sem voru close, en þeir mistu einhvern veginn fljótlega. Þeir náðu yfirhendinni svona, einum yfir og sér náður einhvern veginn aldrei að koma almennilega inn á sætin til að loka. Fannst ykkur þetta einhvern tímann í hættu? Já, þetta eina ránd sem við töpum. Já, þá varstu byrjar að svitna aðeins. Segir það ekki? Nei, við erum aldrei svitnandi. Nei, ert þú Sorglub þá? Já. Og þú ert? Peters. Þú stóðst mjög vel í þessu leik. Það var gaman að fylgjast með þér. Þetta var flott. Hvernig fannst ykkur þetta mótbúið að vera fyrir ykkur? Bara mjög gaman. Það ekki? Já, skemmtileg. Já. Bara skemmtilegir leikmenn þessu spilumóti. Já. Og bara Við fengum bara síðastliðið hérna í viðtal, þannig að hvaða lið myndið þið segja að hafa verið með erfiðasta síðastliðið að því sem það hefur spilað við? Fyrsti leikurinn á móti FB. Það var aðeins breytt line-upinu. Mistuðu þér einhverja leikmenn FB eða? Já. Nú, það var eitthvað drama. Það er alltaf eitthvað. Það er svona er þetta bara. Við hins vegar komum með hann byggar því að við væntanlega fengið að halda á honum áður eða? Já, einu sinni. Já, hefurðu verið í ræktinni eða? Já. Þetta tilbúin? Ok, let's go. Strákar, þetta er official hérna. Ég ætla að standa upp fyrir þetta. Þið er í rétt ykkur hennan byggar. Þið er til this shit. Þetta er hérna. Tækniskólinn, innilega til hamingju með sigurinn. Takkar. Új. Strákar, þið voru geggjaðir og við sjáumst væntanlega kannski aftur á næsta ári, eða ekki? Já. Jú, vonandi. Takk fyrir, þið voru geggjaðir. Takkar. Já, fá strákarna mína hérna aftur inn. Þeir voru ferskir. Þeir virtust ansið slækir yfir. Já. Ég var að leita á svitamerki. Já. Það var ekki neitt. Púlsinn var rólegur. Þeir voru allir í 20 á mínútu. Já, bara. Já. Þægilegu líka að loka leikurinn fyrir þá. Algjörlega. Þú veist, maður getur að ímynda sig að pressan geti orðið frekar mikil þegar þú ert komin aðna back, þú veist, 1-1, verðum að vinna og allt þannig og segðust akkur þá átt erfiðan leik við FB hérna fyrsta leik. Kannski vita ekkert endalega við hverju á að búa, sko. En ná þá bara siglaði síðan mjög samfærdi lappa út með þyngsta bikar Íslands sögunar til að taka með sér heim.
En þá bara eitthvað góð samantekt af þessu móti sem getur tekið. Þetta, já, þótt að það var Mario Kart, þá gekk þetta vel, myndi ég segja. Já. Mario Kart, æðislega leikur, já. Mjög skemmtlegur, getur náttúrulega reynst erfitt að því leikurinn ekki með gott spectator kerfi í rauninni innbyggt, en mér fannst mjög gaman að hafa Mario Kart inni bara af því að ég Mario Kart fan og ég hafði ekki séð nýja leikinn. Þannig að fyrir mig var ég svona, þetta cool, skilur ég að fylgjast með, en aftur á móti náttúrulega Rocket League og Counter-Strike búin að vera staples í þessu sko. Svolítið one-sided leikir, verða að segja. Allir leikirnir okkar voru 3-0 og svo var þetta einhvern veginn aldrei hætti hérna núna fyrir tækni og þó út að það fyrir 2-1 að þá svona, ég svolítið bara, getur stíið milli liðana svolítið mikið. Já, það er bara þannig, tækniskólinn eru búinir greinilega að velja inn nemendur út frá tölvuleikja hæfninni þeirra. Það er bara verið að skáta þarna í leikskólunum þegar hann verður átvíð. Það er allavega eitthvað í gangi. En Texan gera frábæra hluti en það er búin að tryggja sér núna 4. bikarinn á 6 árum. Held ég. Spurning náttúrulega kemur ykkur kemur örugglega inn einhver svona tímamótaskipting fljótlega þar sem að leikmenn byrja að detta út og fara bara í háskóla. Ég meina þá byrja við líklega að sjá okkur hreyfingu kannski á milli liðan og nýjir ungi leikmenn að poppa inn, þannig að spurning hvort að tekniskólinn hafi aftur öflugt lið. Hvort það komi önnur kynslóð eftir þessari? Það er sem ég að pæla. Ég hefði ekki hægt að spyrja hvort það voru á síðasta árinu sínu eða ekki. Ég hef reyndar heyrt að tækniskólinn hefur verið til að tryggja sér sigurinn alltaf að láta nemendurna falla viljandi til að halda þeim í rúllunni. Herru, strákar og tækniskólinn, getur fengið ykkur bara alla inn í eina góða myndatöku? Þeir eru bara allir að koma núna. All liði mæ. Hæ? Já, vil ekki alltaf koma? Raði ykkur upp hérna. Já, ok. Við og viljum við ekki líka að vera, þú veist, með þeim í mynd? Já, headphone af. Komið strákar. Þetta er náttúrulega bara stæðsta fólk í heimi. Já, ég ætla að vera aftast að þetta er eitthvað NFL-liði eða eitthvað.
Jæja, eitt gott photoshoot með liði Tækniskólan sem vorum að afhenda þeim eitt gott photoshoot já, Tækniskólanum að fengu afhendan bikari sem til að fara með heim við erum í rauninni faktisk bara búnir með frís og ætlum að loka því officially. Ég vildi þakka strákunum kærlega fyrir að vera með mér allavega þessar 3 sendingar og fyrir að vera með allar hana strákar. Takk kærlega fyrir mig. Always a pleasure. Takk sömuleiðis. Always a pleasure. Og vonandi bara aftur á næsta ári. Sjáum hvernig þetta fer. Þannig, eitthvað lokaorð fyrir ykkur sem ég vilja segja? Nei, bara þetta var æðislegt. Til að hafa ekki Tekno. Já, til að hafa ekki Tekno, algjörlega. Gaman að koma og lýsa, þú veist, og að vera spilari og síðan koma að lýsa, það búið að vera æðislegt, gaman og já, maður hefur lært mikið af því. Já, standa eins og hetja. Já, það er ekki eðlilega flottur. Bara hafa gaman. Óli hefði getið verið betri en... Nei, ég er að grína. En við lokum þessari útsendingu þá hér í kvöld og sjáumst aftur á næsta ári. Takk hérlega fyrir okkur. Takk hérlega.